Kæri Jesús, enn og aftur leyfir okkur að koma fram fyrir þig og hlusta á þig, ræðu þína og hvað þú hefur til mála að leggja og hvað þú vilt segja okkur inn í þennan dag, Drottinn Jesús minn. Hjálpa okkur bara til þess að opna á þig, opna hjart okkar og gefa gaum ræðu þinni, Drottinn Jesús minn, og byggðu upp í okkur það sem segir við okkur að það sé okkur sjálfum fyrir bestu að gera með þeim hætti. Hjálpa okkur á veginum, Drottinn Jesús minn, og hjálpa okkur frá að hugsa í neinu öðruvísi en hugsa ber og vita að við erum öll veikleika vafin fólk sem getur farið með okkur svo margt, getur farið með okkur út og suður án þess að átt okkur á að við erum að fjarlægast trúna. Hjálpa okkur til þess að halda okkur við trúna og að gera þennan dag að degi trúarinnar umfram allt annað í Jesú nafni. Amen. Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við auðvitað þökkum fyrir það að við fáum að heyra Guðs orð enn í dag og þetta er auðvitað bara myndin af því að Drottinn gefst ekkert upp og hefur ekki fengið nóg og er eitthvað að agn viðrast út í okkur út í það að honum finnist við treg í taumi. Kann að vera við séum það, en það hefur engin áhrif á hann er bara að vinna verk og hann veit hvernig við erum vegna þess að hann gerði eitt og sérhvert okkar og veit hvað við þurfum og á hverju við þurfum að halda meira en nokkuð annað, og þá eins og trúin gerir og þú kannski líka hefur gert, dregur hring utan þessa trúja, orð Guðs og allt saman það. Og þú segir, skrifar inn í þennan hring, það besta fyrir mig. Og þetta er orðin trú og sönnu því að það er best fyrir mig að rækja samfélagi við Guð og nota til þess þennan dag að því ég fekk nú bara einfaldlega að vakna inn í hann. Þannig að dagarnir eru gefni Guði og dagarnir eru því góðir hver og eftir öðrum og við getum búið svo hnúta með því að gera það sem Drottinn er að boða að þeim besta degi hinga til, og þannig er þetta að gæðin eru slík hjá því að vera í ranni Guðs, miðað við það að vera í ranni Guðs, að það er engin endir á því. Og við tölum og skiljum betur þegar við áttum okkur á sömu, þessari hæð og þessari dýpt og þessari vídd og breidd sem Guð er. Hann er ótæmandi í hvaða átt sem er. Hann hefur yfirflæði af öllu hvað sem þú ert að gera, í hverju sem þú ert að pæla og vilt takast á hendur við. Hafðu bara Drottinn með og hann mun sjá til þess sjálfur, ásamt þér, hann gerir þetta ekki fyrir þig, allt fari vel og þetta líti vel út sem þú ert að gera og umfram allt bæti þitt líf og stöðu þína í lífinu. Og hann áfram eins og hann vill og þráir gefur þér meðmæli, talar þig eins og hann sagði við Maríu sem settist við fætur hans, að María hafi valið góða hlutskiptið og það verði ekki frá henni tekið. Þetta segir hann líka við þig og þig þegar þú, hver sem þú ert, velur hann fram yfir allt annað. Og þú hefur líka auðvitað lært það, og það er eitt sem trúin segir okkur og lífið kennir okkur, að þó þú takir frá einhverja stund í þetta verk, þá muntu fá alveg nægar stundir til þess að gera allt hitt sem þú vilt gera. Hann segir líka frá þessi orði Guðs, leiti fyrst ríkis míns og réttlætist og þá muniður veitast þetta að auki. Þetta hvað? Það sem hjartað þráir, það sem hjartað pælir, það sem hugurinn er að velta upp og svo framvegis. Þú munt fá tíma til þess að gera það líka þegar þannig sé útilokar ekkert. Eina sem hann er að fara fram á er að sjá trúna skráða á hjarta mitt, Jesú, og ég gef honum einhvern eilítinn tíma í dag. Svona er nú elska Drottins til mín og þín, og þetta er það sem hann vill alveg skilyrðislaust að við sinnum og vinnum að og gerum með þeim hætti
þegar trúin fær að byggjast upp, þá fer hún að skýra þetta út fyrir okkur allt saman, af hverju við erum að þessu. Og þá kemur fátt annað til greina en að hún bendi okkur á þennan veikleika minn, og þú segir þetta með mér, veikleika minn, þetta hugarvíl mitt sem að þýtur yfir eins og stormsveipur alltof oft að okkar áliti, og þetta er rétt, af því að við erum bara veikleika vafið fólk og mörguleiti svo óbrynjuð fyrir þessum vondu dögum sem við erum inn í, og það er bara sannleikur. Það þarf ekki að gerast neitt mikið, þá er komið þetta rót á okkur, af því að dagarnir eru vondir. Biblían segir það með þessum hætti. Biblían er með þetta þarna vegna þess að þetta er sannleikur málsins. Og svo segir hún líka, við erum í þessum heimi eins og hann er, sem segir okkur það, takiði eftir í hvernig dagurinn er og hvernig verkin eru gerð, og þetta er bara svo raunveruleiki sem blasir við. Við eigum það til, og það er nú svona ljóður á ráð okkar manna, að fara aftur í tíman og finnast nú lítið til koma í dag. Okkur finnst trúin ekki vera neitt svakalega öflug og sterk og allt saman það, en það er rangt. Trú getur aldrei verið neitt nema öflug og sterk. Það er að segja, ef þú ert að rækta hana, og ef þú ræktar hana, þá verður trúin öflug og sterk. Þess vegna getum við sem að tölum og kennum og fræðum ekki látið hjálíða að tala trú sem að þurfa að rækta, stunda, vera í og umfram allt vilja. Og þegar að skilningurinn vex á því hvers vegna við þurfum að gera þetta allt, þá vex okkur líka ásmegin í þessu. Og þá erum við komin á aldeilis góðan stað. Við þurfum að vaksa ásmegin í þessu, og enn og aftur getum við ekki annað en bent á mikilvægi þess að stunda reglulega samfélagi við Guð. Við höfum ekkert annað. Við höfum orðið, lesum það, við byggjum þá bænirnir okkar, og verum í samfélaginu sem Drottinn sett okkur í, verum í samfélagi trúaðra manna og látum okkur leinda við þetta trúaða fólk, því það er alveg ljóst og við vitum allt það að það er ekki betra öðru fólki. En þetta er samt fólkið sem Drottinn fyllti heilugum anda, og það gerir gæfumuninn í orðana fyllstu merkingu, því þú hefur þarna afdrep í þessu fólki. Þú getur tjáðig þína trú, þú getur rætt þína trú við þetta fólk, og það tekur undir þessa umræðu þína og jafnvel tekur þátt í henni. En þú gerir þetta ekkert við heim sem þekkir ekki Guð. Hann veltist í þessum vondu dögum, hefur enga leið frá sínum vondu dögum, en aftur komum við að forréttundum okkar sem höfum leið frá þessu. Það er bara synd og skam ef við erum ekki að nota þessa bjargaræðis leiðir sem við eigum. Og hver er hún? Hverjar eru það? Trúin á Jesú Krist. Samfélagi við lifandi Guð. Þetta persónulega samfélag sem að hann vill eiga, já við mig, segðu þetta með mér, já við mig. Er þetta eitthvað út í bláin að tala svona? Ekki að þú þekkir Biblíuna og skilur hvað trú er, nei, þá veistu að þetta er ekkert út í bláin tala. Þetta er bara það sem Drottinn vill. Hann er þinn persónulegi Guð. Og hvað oft hefur hann ekki mættir prívat og persónulega. Ég veit ekkert hvað oft Drottinn hefur knúið á dyr þínar. Ég veit ekkert það hvenær Drottinn er á samtal við þig. Mér er ekkert gefið að vita það. En ef þú vildir, þá getur þú sjálfsagt frætt mig nokkra stundir þar sem að þið áttu bara yndislegt samtal saman. Ég geti sjálfsagt sagt frá fullt af slíkum samveru stundum, að því hann er persónulegu Guð. Hann dó til þess að ég myndi geta, í einstaklingurinn ég, sagði þetta með mér, geti ræktað upp það sem Drottinn gaf mér þegar hann fyllti mig heilugum anda. Hvað skeiði með því? Þá fekk ég þessa mögnuðu trú. Hún kom þá.
og öll skilyrði til þess að verða þess vegna mikil trúmanneskja komu líka, og höfum myndina af henni Maríu blessaðri sem settist sjálfvilju við fætur drottins, og við vitum hvað hún var að gera þarna fyrir framan fætur drottins. Hún var að hlusta á það sem hann hafði að segja. Hún kom ekki til að gera neitt nema að hlusta á það sem hann hefur að segja, og þetta er ennþá í gangi. Við vitum að það var trú Maríu sem að færði hann að þangað þar sem að fætur drottins voru. Hún settist þar bara á gólfið, hún lét sig nú bara hafa það. Að hún vildi heyra það sem hann hafði að segja þá. Já, í þeim degi vildi hún heyra það sem drottin hafði að segja. Og árin líða og aldirnar líða og þetta rúllar bara áfram alveg endalaust. En trúin er hinn sama. Jesús er hinn sami. Hann reis upp frá dauðum og við munum það. Settist við hægri hönd lifandi Guðs og gaf niður kirkjuna þaðan. Og þá byrjaði allt þetta starf á fullu. Sem sagt, Kristur er á himnum, var sjálfur í línunni framvarðarsveitinni, nú er hann andi, en er ennþá í framvarðarsveitinni, en er ósýnilegur nema hjá trúuðu fólki sem trúir því að hann sé þetta sem hann segist vera. Hann er í framvarðarsveitinni. En hann kallaði mig, hann kallaði þig, hann kallaði okkur. Við erum upp í þessum tímum. María var upp á sínum tímum og allir þeir sem aðheltust Krist þá. Hún horfði á kirkjuna spretta fram og sá og var vitni að því þegar að fullt af fólki fór að frelsast. Við höfum líka orðið vitni að þessu. Við höfum séð marga frelsast á okkar göngum með Kristi. Þannig þetta hefur ekkert breyst. Og það frelsast allir með sama hætti og var á tímum Maríu. Þau fylltust heilagum anda. Alveg eins og við. Þannig að Kristur breytir engu. Að þegar hann gerði allt fullkomið, og það sem er fullkomið, það þarf ekki að breyta því. Það eru ófullkomnu verkin sem við stögum í, kostum út og búum til ný, sem eiga að vera eitthvað betri, en það mun koma eitthvað fram þar sem veldur því að þetta er ekki alveg fullkomið. Og þannig eru verkin okkar. Þannig að þetta allt saman dettur út og eyðist og verður á engu, en það heldur alltaf áfram vegna þess að menn auðvitað bjarga sér með einhverjum hætti. Það þurfa allir að stunda vinnu, það þurfa allir að afla sér fjár til lífsframfæris. Það er bara í eðli mannsins að gera þetta, og við vitum alveg hvernig við gerum þetta. Við fáum okkur atvinnu, og atvinnan greiðir laun. Það er ekki annað í raun og veru sem við gerum. Þannig að þetta samverkan alltaf er svona líka hringur þar. Einhverjir rísa á fætur og stofna atvinnufyrirtæki, og þeir eru miklu færri, en þeir þurfa svo margt fólk, 100 manna séu fyrirtæki stórt og 1000 manna í stæðstu tilvikum. Og þetta er fólk sem þiggur laun frá þessu atvinnutækifæri sér til framfærslu. Við höfum öll verið þar. Og inn í öllum þessum röðum er trúað fólk einhvers staðar á vappi, og sumir taka á sig rögg og segja frá Jesú, segja frá henni Maríu sem settist við fætur drottin til þess eins að hlusta á það sem hann hafði að segja, og þetta vekur viðbrögð. Það er ekki fyrirfram gefið, þetta veki eitthvað vond viðbrögð. Sumir bara sperra eyru þegar heyra þetta, aðrir byrja að geispa og kannski einhver skýtur fram einhverju neikvæðri setningu. Það er allt í gangi. En það er ekkert fyrirfram séð að allir bara rísa upp á afturlappirnar og öskri, en það geti alveg gerst. Það er allt til í dæminu. En þetta er bara í þessum degi sem við erum í núna, alveg eins og var á tímum Maríu blessaðrar. Það hefur ekkert breyst. Kristur er að boða, Kristur er að gera, hann fær til sín fólk sem að hlustar, rétt eins og María, og gleðst af og
er heitlað af því sem að Drottinn hafði að segja, sér að hjartað, en þetta er eitthvað fyrir það, vegna þess að þetta snertir innstu veru manneskjunnar, og það er í eðli trúarinnar að snerta innstu veru manneskju, og við erum þetta fólk sem að þurfum á þessari snertingu að halda, því að hún er komin frá hæðum, hún er komin frá ríki Guðs og himnum. Þetta er ekki beint úr vondum dögum sem við erum í. Nei, við erum fyrir utan þá, og þá erum við inn í þessari skjanna birtu sem að leikur trúað fólk, og því er ætlað að leika þetta blessaða trúaða fólk, og við eigum að vera þar. Við eigum að vera þeim megin línu, einfaldlega vegna þess að okkur er boðið það. Að þykja ekki það sem betra er, ég meina, það er ekkit annað en af heimsku og einhverju vanhugsaðri hugsun eitthvað sem við erum ekkit að ná. Það er svo margt sem við náum ekki, og við erum þarna og við erum á hinum stöðunum í þessu öllu saman, og þess vegna líka þurfum við trú og stanslausa áréttingu það að rækja okkar trú og nota þennan dag í það. Við þurfum á því að halda. Það er sigurinn í trúnni, hann er margvíslegur, til að mynda þegar við áttum okkur á því að þetta sé daglegt yrkingar efni sem við erum í. En að því að Drottinn er svo stór, hár, breiður og víður, þá upplifum við okkur aldrei, og það getur aldrei farið út í þann farveg að við séum að upplifa enn eina tugguna. Við séum búin að gera þetta svo oft að við hljótum að vera farin að kunna þetta. Sú hugsun, hún fæðist ekki fram hjá trúari mannesku einfaldlega vegna þess að hún þjónar þessum ofboðslega stóra Guði, þessum ótæmandi, þessum óþrjótandi Guði sem hefur yfirflæði handa okkur öllum alltaf. Það kemst ekkert í þrot hjá Guði. Margt hjá okkur hefur farið í þrot, og þetta vitum við. Við höfum hort á eftir alls konar verkum, stoppa, verða engu, bara þau eru lögð til hliðar, og áratugum seinna þá er eitthvað kannski uppi standandi, en það er engin seint í áratugi jafnvel. En þetta er þarna byggingin ennþá, og hún bara safnar ryki og er svona bara eitt af þessum húsum sem ekkert er að gerast í. Það eru verk manna, en Drottinn er ekki þannig. Vegna þess að það er líf í öllu sem hann gerir, og það sem hann gerir er fullkomið, eins og Drottinn talar sjálfur og orðið, við höfum lesið margoft í orðinu, og það er eflaust hægt að finna marga hugsanir að víða akkurat þetta, og hann býður okkur að vera með í þessu. Hann býður okkur að vera með þarna, og þetta er alltaf sama spurningin. Viljum við það? Það er einmitt það sem við erum að gera, sem tölum að við viljum hjálpa mönnum til þess að vilja þetta. Af hverju? Þetta er beintenging við lifandi Guð, og ég segi fyrir sjálfa mig, ég þarf á þess að halda. Þetta er bara lífið mitt, og þetta er besta líf sem ég hef getað fengið og hugsað mér. Og að því að þetta gildir fyrir mig sem mannesku, þá fullyrði ég það að þetta á líka við þig sem þessa mannesku. Þú ert ekkert eins og ég, og verður aldrei neitt eins og ég, og þarft ekkert að verða neitt eins og ég. En þú getur líkst Drottni, og það hveti ég til að gera. Og ég vil líkast Drottni. Ég vil nota þennan dag til þess að líkast honum meira, vera betur að mér í fræðunum, vita aðeins meira og skilja aðeins betur hvað hann á við. Ég sé það og veit það að það gefur bæði trúnni minni gildi, hún verður skemmtilegri, að því núna er ég farin að skilja hana miklu betur. Þú sem hefur verið að böglast við að læra á eitthvað hljóðfæri, þú veist alveg hvað þetta er svakalega snúið og skellt og erfitt, vegna þess að fingurnir vilja ekki hlýða þér. Og sumir leggja þetta til hliðar, ég var nú einn af þeim. Þannig að maður náði aldrei upp í það
að finna gleðina af því að spila á hljóðfæri sem ég veit að er ábyggilega mjög gaman. En það er samt ekkert skemmtilegar en margt annað. En þetta er vegna þess að ég náði aldrei færninni. Þannig ég náði aldrei að gefa því tækifæri til þess að sýna mér hvað það gæti fyrir mig gert. Öndvertu trúna, orð Guðs, sem ég hef einhent mér í, og ég skil alltaf betur og betur hvað orðið er að segja, og ég er að sjá það raun gerast í mínu hjarta og oft eru augunum á mér því að Drottinn talar inn í lífið á hverjum tíma og orðið er þar og opinbera því margt sem er að gerast í lífinu og ég nefn þetta, sé þetta að því ég hef verið að stúdera orðið og Drottinn hefur blessað mig með því að opinbera mig sumt af því og þetta veldur gleði í hjartanu að því þegar maður sér þetta, sér maður í raun Drottinn í sér. Þegar við vitum að Drottinn sér til þess að maðurinn fái opinberun sem eru annað orðið við að skilja og hann vill að við skiljum vegna þess að þetta er svo mikill fögnuður sem fylgir því að skilja. Það er alveg sama hvað það er og það er heldur líka gilt í Guði þegar við förum að skilja, þegar við erum að böglast með lærdómin okkar og við föttum ekki hvernig þetta er gert, svo allt inni kemur skilningurinn, þá kemur gleðin og verkið verður 1000 sinnum léttara. Við sjáum, vá maður, svakalega var þetta einfalt. En við sáum ekki einfaldleikan vegna þess að við vorum ekki að fatta hvernig þetta var gert. Þetta á við allt í lífið og þetta er svo sem engin ný fræði fyrir neitt. Það sama er orðið. Það er þarna og lífið hefur kennt okkur það að leggjum við vinnu í sumt, þá líka náum við betri tökum á því. Þetta á við orðið. Þú ert ræktarsamur við orðið, að þú hefur aldrei komist inn í þá hugsun að það sé nú ekki mikið varið í þetta orð og það sé nú ekki neitt varið í það að vera að gefa orðin einhvern sérstakann tíma. Þú meira að segja ert á þeim stað ennþá að þú fattar ekki akkurat í að vera að gera þetta. Ég er störfum hlaðinn maður eða kona. Akkurat ég eitthvað að vera að taka frá tíma til þess að lesa í þessu orði. Svo kannski getur þú komið með það inn þess að bábilja hvað hefur það gert fyrir mig? Alls konar svona. Hvað hefur það gert fyrir mig? Já. Þetta er svo sem góð spurning. En ef hún er borin fram, þá er það líka sanngjarnt gagnar orðinu úr því að þú ert að nefna það og spyrja hvað hefur það gert fyrir mig, leyfðu því þó að svara þessu. Aldrei er að veita nema uppompuðu hugsanir tengt orðinu sem að sýna að þarna var orðið að verki fyrir augunum á þér. Og já, þarna var orðið að verki í þér. Og leysti þig frá einhverju bindingu sem var að binda þig inn í þér sjálfum og sjálfri. Við verðum að vera sanngjörn þegar við verðum að bera svona fram. Hvað hefur orðið gert fyrir mig? Leyfðu því bara að tala sjálfu. Af hverju? Það lifir í þér. Þetta er lifandi afl í þér. Og það er eitt af því sem skilningur kemur með að því að þú og við og mörg okkar höfum verið að leggja stund á þetta orð. Að því einu að við viljum vera góð í þessu orði. Við viljum gera þetta vegna þess að við fengum þessa trú og við skiljum hvað trú er og við skiljum að trúin nærist af orðinu. Skilningurinn kemur því frá orðinu og við leggjum ræktið orðið. Og Drottinn blessar okkur með því að hann opinbera fyrir okkur margt úr orðinu. Og svo fyrir utan það sértu penni sem ég veit að margir og býsna góðir sumir. Þá stekkur orðið fram að því að þú ert að lesa það og þú sér, já, ég geti nú nota þetta í pistil dagsins. Sumir skrifa pistil dagsins. En þetta kemur allt úr orðinu. Af því það er hjálplegt fyrir trú mannsins og líka vilji orðsins, Drottins, að þetta útbreiðist þetta orð.
Það gerir það ekki nema með honum og henni sem Drottinn hefur kallað til verksins. Hann hefur kallað suma til þess að skrifa orðið. Og þá líka opnar hann einhvern vettvang þar sem að þetta orð er sett fram og fáir að margir geta lesið, en það er allan búið að setja fram þar sem er opinn vettvangur og menn geta þá farið þangað sem vilja. Af því sá sem að fékk sína köllun er líka að hlýða sinni köllun. Við sjáum að við drögum alltaf hring utanum sömu atriði og inn í þessum hring eru þessi atriði sem segja við mig, Konráð, stundaðu þína trú. Látt ekki hjá líða að stunda þína trú. Og nú er dagur þar sem ég þarf að stunda mína trú. Ætli ég að gera það? Já, þú sér nú hvað ég er að gera. Já, ég ætla að gera það. Af því ég elska þetta orð. Þess vegna ger ég þetta. Og ég hef alltaf haft þá trú fyrir orðinu að það sé að gera gagn. Að þetta muni hafa áhrif, eins og Drottinn sagði við mig. Þegar ég var að byrja í þessu og hann sagði strax við mig áður en ég byrjaði að þetta er ekki neina rosalegar áhorfstölur. Ég myndi aldrei sjá neinar rosalegar áhorfstölur og það hefur alveg gengið eftir. En hann sagði, en þetta hefur miklu meiri áhrif en þig grunar. Þannig að Drottinn er með í þessu og hann gerir þetta bara eins og hann vilja nota þennan mann, þennan einstakling, bentu á sjálfan þig. Og hinn gefur jáeirði sitt við og meira, gerir það sem hann ætlast til á honum, þá má hann vita það, skal trúa því að áhrifin eru til staðar. Þannig að ég hef alltaf séð það þegar ég er að vinna þessa vinnu. Þessna held ég líka áfram. Þetta er bara svona einhvern veginn meðfætt með mér. Þetta kom, þegar köllunin kom, þá fékk ég þessa fullvissu. Þetta er bara Guðs gjöf. Og ég segi, hann gerir þetta bara eins og hann vill. En ætlist hann til þess að ég sinni þessu, þá bara geri ég það. Hann er komið nóg af þessu, segja menn. Þetta eru menn, en þeir eru ekki Guð. Það er svo sem engi sagt þetta við mig og ég reyndar svolítið hissa á því þegar ég er náttúrulega búin að vera á mörguleiti svolítið fyrirferða mikill á margan hátt. Ekki það að ég sé eitthvað að sækjast eftir því. En það er nú bara þessi, já hvað segir maður? Já ég er bara duglegur. Já, er það ekki bara orðið inn í þetta? Og ég er starfsamur. Og svo líka er maður með þau ósköpum öllum gerður að ég hef bara yndi af þessu að gera þetta sem ég er að gera. Þetta er að vera trúi manneskja. Þá fyrir að hafa yndi af því sem Drottinn hefur boðið þér að gera. Og þú mælir ekki klukkustundan. Þú mælir ekki neitt. Þú bara gerir það sem Drottinn er að biðja þig og þessu fylgir blessun og hamingja í raun sem birtist í því að þú er virkilega gaman að þessu. Ég er búin að vera við þetta ég er búin að vera trúaður yfir 30 ári, eins og ég oft sagt, en ég er búin að vera að skrifa, ég held ég að skrifa mín fyrsta pistil 84 og ég er búin að vera að skrifa á fullu síðan og ég er búin að vera að tala í þennan blessaði mikrofón í, voru við ekki að byrja í þessu svona í kringum 2000, ég hugsa það. Man alltaf eftir því þegar ég settist fyrir framann vídeóvélina sem að vinur minn lánaði mér og ég var með í einhvern tíma bara til þess að prófa hvort ég gæti gert þetta. Það var bara stillingin var þessi bara sem ég serð hér og þá vorum við byrjaðir að þjálfa okkur í að tala sem að eða hann kannski fyrst og fremst var að þjálfa mig bara en við vorum nokkrir í samkrulli þá. Og ég settist fyrir framann vídeóvélina og náði hálftíma og ég raun og verið gat verið miklu lengur, ég man alltaf eftir því að svo hugsun kom upp og svo
náttúrulega vissi ég ekkert hvernig þetta leit út og ég sest og hlusta á þetta bara til að heyra hvernig þetta væri, hvort þetta væri nú boðlegt og mér fannst þetta bara býsna gott. Ég var nú bara að viðurkenna það. Af hverju býsna gott? Þetta drottinn var að tala og þetta hefur aldrei vikið frá mér og þess vegna er þetta enn býsna gott. Það var það þá líka og ég hefði nú gjarnan vilja eiga þetta myndband, þetta hálftíma myndband en ég á það nú ekki því að maður var ekkert á þeim stað þá og maður vissi eiginlega ekkert hvað maður myndi gera við þetta. Þetta var bara svona fyrstu skrefin og allt svona ekkert búið að fastnegla neitt en svo fór þetta að þróast út í þetta. Við fórum að gera myndbönd og taka viðtöl og svona og vorum að gefa þetta, fjölfalda þetta í einhverjum eintökum og sendum þetta á þeim tíma borð í skip og ég man alltaf eftir því að einhverjum 7-8 árum seinna þá kom til mín sjómaður sem myndi eftir þessu myndbandi og þekkti þennan einstakling sem að þarna var og er á myndbandinu líka einhvers staðar. Hann sagði, ég man eftir því þegar að ég sá þetta myndband þarna sem þið gerðu, ég horfði oft á þetta. Ég man eftir þessu. Þetta gladdi þetta mitt hjarta og okkar líka því ég sagði hinum frá þessu. Og þetta eru bara meðmæli sem að koma, ég hef ekki heyrt mörg svona, en þetta er það sem að menn eru að upplifa. Þó ég kannski fá ekki að heyra það. Kannski segi drottinn manni þetta bara í gegnum þeim eina mann og punktur og eftir. En þetta er aukaatriði. Það er náttúrulega mikilvægt að menn sé að blessast af þessu og þessa trú hef ég alltaf haft. Ég hef aldrei látað ræna henni neitt frá mér. Og ég trúi því að drottinn gefi þér sama. Annars værirðu ekkert í þessu eftir 20-30 ár eins og ég, nema það er eitthvað í þessu sem að þú ert að sjá. Og hvað ert að sjá? Og hvað ert að heyra? Þú ert að heyra auðvitað bara það sem drottinn sagði þegar þetta hófst. Hann talar og þá er það bara þar. En hann gefur okkur úttal, hann gefur okkur vilja og hann gefur okkur þessa blessun sem að færir okkur heim fullt af skilningi sem gerir þetta allt saman bara miklu meira lifandi og fallegt. Og þess vegna líka erum við að þessu. Við fáum helling út úr þessu. Og er það bannað? Er ekki einmitt það sem við þurfum? Við þurfum að fá alveg helling út úr þessu. Þegar þetta er náttúrulega alveg eins og hjá þér er að taka mínum tíma stóran part af deginum. Sem ég geti alveg pottitt varið á annan hátt rétt eins og þú. En þarna kemur vaxandi trú til skjalana sem hefur fengið næringu daglega. Hún hvetur mig til þess að vera þarna. Og ég spyr, er rangt að vera þarna? Er rangt að vera það sem drottinni boðaði? Ég veit ekki þitt svar, en ég er nokkuð vissum ef að þú er trúin manneskja, þá tekur bara undir það að það sé rétt að vera þar. Akkur er ekki allir þar? Ég veit ekki akkur allir er ekki þar. Ég veit að það eru til margir trúaðir menn. Ég veit bara það. Akkur eru þeir ekki þar sem drottin vill að þeir séu. Og hvað veit ég um það, hvort þeir séu þar sem drottin vill að þeir séu það ekki. Það er ekkert mitt mál að vera neitt að eiga við það. Ég þarf bara að segja, Konráð, vert þú það sem að drottin sagði þér að vera. Og hér er minn staður. Úr því að ég segi þetta, breskur maður eins og þú, akkur skildir þú ekki líka þá segja þetta? Hvað veit ég um það, hvaða ákvarðanir þú ert að taka fram fyrir lifandi Guði? Ég bara veit ekkert um það. Og hvað veit ég alltaf hvað þú ert að gera? Það getur vel verið að ég sé ýmislegt eftir þig. En ef þú ert ekki á þeim stað að neitt þannig sé að birtast einhvers stað þar sem maður getur skoðað það, þá er ekki þar með sagt að þú sért ekkert að gera í Jesú nafni. Það eru margar leiðirnar sem drottin er með, sem við vitum ekkert alltaf um. Sumir hins vegar eru opinberari öðrum og við vitum kannski allt og mikið um það fólk og höfum alveg óteljandi skoðanir á því og iss og piss og allt það. En svo eru aðri sem eru bara í kyrrþey. En drottin sér þá. Þeir eru þarna. Þeir og þær eru þarna. Já, að biðja, lyfta höndum.
eins og manneskjanin í kirkjunni sem var ekkja. Hún tók sig bara frá, fór inn í kirkjuna og var það liðlangan daginn á bæn til Guðs. Það vissi sjálfsagt enginn þessa mannesku, nema kannski einhverjum örfáum menn sem vissi að þarna væri alltaf einhver kona inn í kirkjunni. Hún kom á morgnana kannski og fór á kvöldin. Segjum það, ég veit ekkert hvernig þetta var. En hún var þarna, ég rekna nú ekki með að allir hafi vitað þetta. En þessi kona fór í Biblíuna og við vitum af henni vegna þess að hún er þar. Þessi kona var að hlýða lifandi Guði, bara eins og ég og þú. Verkin hennar komu á eftir henni, má segja. Blessunin sem að hún var kom á eftir henni. En blessunin kom. Hún náttúrulega birtist í bænasvörum til hennar og sem að breytti kannski lífi fjölda manns, við vitum alveg hvernig bænin er. Af því hún var að vinna þetta verk. Hún tók sig frá, kannski var hún kölluð af Guði, já, hún var kölluð af Guði. Hún hlýttiði sinni köllun og gekk bara inn í kirkjuna á morgni dags, eins og ég sé þetta og fór aftur að kveldi og var bara í þessu. Var þetta að vinna? Er vinna að biðja? Já, ég held að þú takir undir það sé alveg vinna. Það getur verið hellingsvinna. Þeir tímar voru í mínu lífi sem ég oft vitnað að ég bað mikið, og ég get alveg sagt þér það, að ég var á hnjánum. Þegar ég var heima, og bara lá ég á hnjánum. Ég var bara knúinn á hnén. Og svo loksins þar bænin var búin, voru kannski 2-3 tímar liðni. Maður fann ekkert fyrir þessu þannig. Hnén voru ekkert svoleiðis maður alveg eins og 8 gamalmenni. Þegar ég stóð upp, ekki manni í það nú, en maður gerði þetta. Og þetta gaf sig. Ég kvartaði ekki. Ég var ekkert að biðja mér neitt undan þessu. Mér fannst þetta eftir á að hyggja alveg svakalega góðu tími. Og reyndar leiti ég ekki á þetta þá sem köllun. Svo seinna, þegar ég var farin að skilja betur hvað trú var, þá sagði ég, heyrðu, þetta var bara mín köllun á þessum tíma. Það var að biðja. Og ég bað. Ég var knúinn til bæna. Og svona eftir á hyggja þegar maður var að skoða þetta betur, þá var þetta rosalega magnaður tími. Svona hefur Guð verið að safna í sarpinni á þessum manni. Þannig að þú skalt hlýða Guði. Og vita það að það sem þú ert að gera, það er gagnaði og maður hefur aldrei veiklast neitt í þessu. Ekki heldur þegar maður var á hnjánum að biðja. Svo náttúrulega var Drottinn alveg ótrúlega góður við mig þá. Hann var að birta bænasvörin hinga og þanga í gegnum fjölmiðla. Ég man svo vel eftir þessu. Sjónvarpinu sá ég stundum, það er bara svona, ég var að biðja fyrir þessu. Og maður sá bara bænasvarið þar og maður opnaði dagblað. Þá kannski var eitthvað þar það sem ég hafði verið að biðja fyrir. Maður þakkar ekki sjálfum sér fyrir þetta og mér er alveg sama hvernig þú tekur þessu, myndu það. En þetta var svona. Ég þakka bara Guði. Hlýðum Guði. Segjum við Guð, Drottinn, vertu Drottinn í mínu lífi. Og gerðu það sem þú vilt við mitt líf. Og það kemur blessun að því. Við erum að boða blessun. Við erum að boða endalaust að blessun. Muniði það. Við erum til að blessa aðra. Og ekki bara blessa aðra, við fáum blessun af þessu. Af því við erum að gera það sem Drottinn er að boða og bjóða. Við getum ekki talað öðru sem svona. Við verðum að gera það sem Drottinn er að bjóða. Ekki vera að láta aðra eitthvað að hafa skoðanir á því sem þú ert að gera. Gerðu bara það sem þú veist að Drottinn hefur boðið þér. Því það er næsta vís og engin trygging fyrir því að aðrir sjáu neitt við þetta sem þú ert að gera. En hvað sagði ekki Pétur eða Páll, eða Pétur, já. Þegar að þeir voru teknir hérna og áttu að raskilla á eitthvað svakalega. Þeir voru stundur raskildir, munið það. Og var ekki þegar þeir var bannað að boða Jesú í þessu nafni. Þá sneri Pétur sér á honum og sagði, framar ber að hlýða Guð en mönnum. Og þetta er ekki orð sem eru gengi sér til þurða. Þau gilda enn. Já, segðu þetta. Framar ber að hlýða Guð en mönnum og gerðu það sem Drottinn hefur kallaði til að gera.
og trúðu því að það sé gagn af því. Láttu engan segja þér annað. Láttu engan ræna þessu frá þér sem þú átt. Þegar Drottinn mun umbuna og hann mun gefa þér blessun í stórum bunkum fyrir það sem þú ert að gera vegna þess að þú ert að hlýða honum. Svo fyrir utan það segir hann, ef þú gerir vilja minn, þá ertu vinur minn. Þá ertu ekki lengur bara þjónninn minn. Þú ert vinur minn og hann segir, ég segi vinur mínum allt. Þannig að þú ert komin á öndvegi stæði í Jesú nafni fyrir það eitt að hlýða honum. Af hverju? Af því hann er óskeikull. Það sem hann er að biðja það er rétt. Það hefur ávöxt. Af því hann er óskeikull og hann setur engan í neitt verk fyrir en það er algjörlega fullkomið verk sem hann setti niður. Og þá fer ávöxturinn að streyma frá því, frá þessu fullkomna verki. Þannig ef þú stígur út úr því, þú getur gert það, þú hefur frjálsan huga, þá er ekki þar með sagt að Drottinn hafi neitt viljað það. Getur samt vel verið, ég veit svo sem ekkert hvernig hann hugsar alltaf, en kannski stegstu út áður en allavega að þeim punkti var komið. Hvað segir þetta mér? Tölum við hann í dag. Því hann talar og vilja hann færa þig, leyfðu hann þá að segja þér það. Og þá líka skaltu flytja þig til. Því að framar ber að hlýða Guði en mönnum. En er þetta ekki orðið ágætt í dag hjá okkur og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.